Þá ætlum við að setja okkur í samband við Hveragerði og þar á bæ frísunda- og menningarfulltrúin Jóhanna Margrét. Komdu sæl. Blessar og sæl. Hvernig hefur það í dag? Herði, ég hef það mjög gott í dag. Jæja. Afskaplega bara. Helgi nýliðin og önnur að skella á. Já. Svona líður tíminn. Svona bara líður þetta. Alveg ótrúlega rætt. Og talandi tímann, það nú styttist óðum í þessa glæslegu bæjarhátíð í Blómstrandi daga. Já. Þetta er bara alveg handan við hornið og undirbúningur bara komin eiginlega á lokasti. Og nú fara svona bæjarbúar að leggja hátíðinni lið með því að skreyta sitt hverfi og sinn garð og korti við litaskiptinguna er komin inn á hveragerði.is. Frábært. Þannig að þetta er bara... Og þetta eru svona hefðbundið, sömu litir og svona? Já, sömu litir við bættum við litina fyrir, þetta sé ekki 3 ár síðan. Þannig að það eru 2 litir í hverju hverfi og þá leið svona aukast aðeins möguleikarnir að skreyta hjá sér. Já, algjörlega. Þannig að ég held að það er bara mælt vel fyrir. Og það, fólk byrja nú bara oft snemma að finna til skreytingar og setja í garðinn og það má nú alveg fara að finna til. Það er gríðarlega metnaðarfullar skreytingar sem að sjást og mér finnst það verða alltaf flottar og flottar með hverju árinu. Já. Og svo er líka við höfum bætt við að fá svona, við veitum viðurkenningu fyrir fallegustu, frumlegustu og mestu skreytingarnar á brennunni, á Laugardalsstrætinu 16. Já. Og við höfum einnig verið að viðurkenna litríkustu bæjarbúana sem að mæta brennuna. Nú. Þannig að það hefur bara mælst vel fyrir. Og við klikkum ekki að því í ár. Nei, nákvæmlega. Yfirleitt alltaf nokkuð vegleg verðlun. En þarna verður, ansi fjölbreyttar sýningar og margt í boði. Já, það er mjög fjölbreytt, virkilega fjölbreytt og það er svona komið nokkuð góð dagskrá og mikið í boði. Þetta er náttúrulega svona menningar og tónlistarvisla. Já. Mikið svona fjölbreyttar sýningar og svo eru náttúrulega markaðir og svo er náttúrulega tónlistin, hún er náttúrulega ávallt svolítið stóran þessu á hátíðinni. Jú. Við erum með svona svolítið stórnöfn líka þetta árið. Já. Hver mun sjá brekkusönginn? Heyrðu, það er náttúrulega Suðurland skoðið okkar sjálfur Ingo Veðurkvist. Já, sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Hann var hjá okkur fyrir nokkrum árum. Já. Og og ég segi alltaf, hann svona kom svolítið brekkusöngnum á blað hjá okkur. Brekkusöngurinn hefur nú alltaf verið ágætur en hann svona sprengdi brekkuna. Já. Og og leið höfum við flötina líka undir, þannig að við erum með hljóðkerfi bæði upp í brekku og út á flöt. Þannig að við getum náttúrulega tekið fleiri, þó að heit ekki beint brekka, þá verður þetta flatar og brekkusöng. Já. Við veit á nafnið að breyta. Já. Það er nefnilega málið, flatar og brekkusöng. Þetta er eins og hátíðin hérna á Selfossi, sléttusöngur. Einmitt, þetta er svipað. Já. Ég verð að spyrja, nú sá ég í fréttunum að það er náttúrulega ístæðurum miklu sem kjöris heldur á laugardeginum, á Blómstrandi dögum. Já. Það er þessi ólíkindabrögð. Já, þau eru ótrúleg og hefur þið séð hvað er í boði í ár? Það á að bjóða upp á hvað ís úr brjóstamjólk úr mæðurum úr Hveragerði. Þetta er alveg skuggalegt. Ég veit ekki alveg hvort ég er tilbúin að smakka, Nei. En það eru örugglega einhverju til í að smakka, Já, alveg pottþétt. Það er alveg, ég held að þessi hugmynd hafi fæðst frá einhverjum útvarpsmanni sem var með hana Guðrúnu í viðtali í fyrra. Já. Þannig að þetta er þessum útvarpsmanni að kenna að brjóstamjólkurísinn verði í boði í ár. Já. Ég held að það sé rétt hjá mér. Var það nokkuð ég? Nei. Það kannski verið þú? Maður veit það ekki. Ég þarf að fara að leita gömlum upptökum. Þú verður eitthvað að fara að glugga í þetta. Ég reyndar, það fylgdi ekki sögunni hver það var, Nei. Það var einhver sem kvíslaði þess að mér, Jáhá. En það á að bjóða upp á þetta, ís úr brjóstamjólk. Já. Og það eru mæður í Hveragerði sem eru núna bara að pumpa á fullu. Það eru fljótt að vera nokkrar að pumpa alveg að krafti. Já, þetta er bara gríðarlega spennandi. Já, svo hef ég heyrt hvað, Presley ís. Það er Presley ís og harfisk ís, franskur konjaksís. Já. Kotasælu ís.
Og ég heldur kalli sko móðumjólkurísinn búbbís. Já, búbbís. Já. Þannig að þetta verður gríðarlega spennandi. Svo verða skrýmslin, skrýmslaísarnir, skrýmslin verða á staðnum. Já. Í allri sinni mynd. Æðislegt. Og svo verður skemmtilegt dagskrá hjá þeim á sviði, sko, það Ingó verður þar og leikhópurinn Lotta verður með skemmtilegt dagskrá og Lína Langsokkur kemur í heimsókn. Alla leið frá Svíþjóð, það ekkert ferðalag. Það ekkert annað. Það ekkert lítið. Þannig þau eru bara farin að flytja inn listamenn? Já, það bara greinilega að flytja inn. Ekki Lína Langsokkur allavega frá Svíþjóð? Jú. Þannig það hlýtur að vera hún. Jú, það alveg rétt. Þannig að það stefnir í æðislega helgi og ég samkvæmt norsku viðurspáni, maður alltaf að gluggi hana, þá á bara að vera gott viður þessa helgi. Já, frábært. Og það eitthvað sem hefur reyndar... Búin að hafa, sko, laugardagurinn þessa helgi hefur verið besti dagur sumarsins í Hveragerði og á Suðurlandi almennt. Já, og þetta hefur ekki klikkað í annars mörg ár. Nei, 7-9-13, þetta mun ekki klikkað í ár heldur. En það ekkert B-plan, það bara... Það bara eitt plan. Það bara út í dagskrá frá A til Ö. Já. Þetta æðislegt. Alveg frábært. Og það má náttúrulega lesa nánar þetta og meira til inn á hveragerði.is og fræðast blómstrandi daga. Já. Og eins og segir að þessi hátíð, það nú bara svona verið að berja síðasta naglan í spýtuna? Já, naglinn verður barinn endalega í kvöld. Þannig að dagskráin endalega mun væntanlega komin á heimasíðuna vonandi bara á morgun. Og hún verður svo væntanlega borin í hús bæjarbúa, þannig að bæjarbúa hafi nú svona eitthvað það að segja hvað þeir eru að fara að gera. Þeir taka virkan þátt í hátíðinni og það verður gaman að sjá, það verður yfirleitt markaðir út bæinn og það verður markað svæði þar sem að fólk bara velkomið að koma og opna skottið eða koma með borð og slá og stilla sér upp hérna á leikhúsplani. Já. Þannig að það verður voða gaman. Myndum skóða skemmtilega markað